Hæ, ég heiti Kalli. Og ég heiti Anna. Og okkur langar að fræða ykkur að þessum fæðuofnæmi. Og fæðuóþol. Hvað þýða þessi orð? Og hvernig lifir maður með þessu? Ég var greindur með ofnæmi fyrir hnetum þegar ég var 7 ára, sem var alveg smá sjokk. En nú er ég orðinn vanur þessu og lifi bara venjulegu lífi eins og þú. Ég þurfti bara að læra eins inn á þetta. Ég er ekki með bráðaofnæmi eins og Kalli. En ég er með fæðuóþol, sem er allt annað dæmi. Ég má til dæmis ekki borða mat né drekka neitt sem inniheldur mjólkurvörur. Annars getur mér bara liðið illa og fengið í magann og alls konar vesen. Og ég nenni því ekki. Ég þarf að vera ekstra varkár hvað ég set ofan í mig og passa að maturinn minn smitist ekki við annan mat sem gæti innihaldið hnetur. Allir í fjölskyldunum minni eru komnir með háskólagráðu í hnetum. Ég vissi til dæmis ekki að jarðhnetur væri í raun og veru baunir, sem er alveg smá grillað. En ég má til dæmis hvorki borða hnetusmjör né Snickers. Þegar maður er með bráðaofnæmi er mikilvægt að vita nokkra hluti, eins og með adrenalínpennan. Hafið þið heyrt um hann? Þetta er adrenalínpennin, hlutur sem getur bjargað lífi mínu. Svolítið svipaður eins og venjulegu penni, nema það er lítil nál inn í honum og ég verð að kunna nota hann ef ég fæ bráðaofnæmiskast. Það er mjög mikilvægt að kennarar og vinir viti af bráðaofnæminu hans Kalla og af adrenalínpennanum. Og að hann sé alltaf til staðar í skólanum, frístund eða í íþróttum. Og allir viti hver hann er geymdur ef að Kalli skildi gleyma honum heima. Fyrst var ég alveg smá smeykur við nálina, en eftir að ég prófaði hana á mig, þá róaðist ég allur niður. Og núna treysti ég mér fullkomlega til þess að nota adrenalínpennan ef að ég fæ ofnæmiskast. Því það er svo mikilvægt. Og þetta er ekkert mál. Það er súper mikilvægt fyrir mig að skoða innihaldslýsingar á öllu sem ég langar í og bara finna mitt uppáhalds. Þetta snýst líka eiginlega bara allt bragðið. Til dæmis er uppáhaldskeksið mitt vegan, þó að Kalli verði að passa sig á sumum veganvörum. Viltu fá? Já, takk. Hvað er þetta? Átt þú þetta? Á ég þetta? Nei. Fékkstu þér nokkuð bita af þessu? Nei, ég fekk mér ekki bita af þessu. Þetta er alveg fullt af jarðhnetum. Það myndi fara alveg með mig ef ég myndi borða þetta. Please, nennir að henda þessu. Ef ég myndi til dæmis óvart borða þetta og byrja að fá kláða, útbrot eða ógleði og sérstaklega ef ég myndi finna fyrir andingslum, þá er bara eitt í stöðunni. Að nota adrenalínpennan strax og hringja beint á sjúkrabíl. Síminn er 112. Í fyrsta skipti þegar ég fór í bekkjarpartí, þá man ég að ég var svolítið stressaður. Mamma og pabbi þurftu að útskýra fyrir foreldrum vina míns að ég get ekki borðað neitt sem að innihaldi hnetur. En það var ekkert mál. Það er ekki eins og að það séu hnetur í pepperoni-pítsu. Ég var líka smá stressuð fyrst þegar ég komst að því að ég væri með fæðuóþol fyrir sumum mat. Mér fannst ég vera alltaf að pæla í því. En með tímanum lærði ég að treysta á sjálfa mig og núna finn ég öryggi í því að vita hvað ég má borða og hvað ég má ekki borða. Anna má til dæmis ekki drekka þetta því að þetta er mjólk. En ég má það. Já, nei takk. Hver drekkur mjólk með pítsu? Það er mjög mikilvægt að vita að við erum öll saman í þessu. Ef þið eru með ofnæmi eða óþol eða þekkið eitthvað sem er með svoleiðis, þá bara velkomin í hópinn. Við pössum upp á hvert annað. Takk, Anna. Já, þetta er frekar einfalt. Þegar allir í kringum okkur eru meðvitaðir aðstæður okkar, þá skapar það öruggara umhverfi fyrir okkur öll. Það sem skiptir máli er bara að við séum meðvituð og til staðar fyrir hvert annað. Takk fyrir. Takk.